Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma. Reddingakaffi, nánar tiltekið. Hvað það? Það eitthvað sem Amtsbókasafnið ætlar að bjóða upp á. Hingað til mín eru komin Hrönn Björgvinsdóttir og Jóhannes Árnason, verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Og já, maður spyr sig, reddingakaffi, það bara einfalt og það hljómar, eða hvað? Já, í rauninni. Í svona stuttu máli, þá þetta bara þannig að fólk kemur saman með hluti sem að þarfnast einhverja lagfæringa og aðrir leiðbeina og hjálpa þeim að laga hlutina. Já, einmitt. Og það má vera núna bara hvað sem eða? Já, svona svo leiðis, sko. Áhersla kannski á ráðtæki, föt, fyrst og fremst. Já. Ekki hjónabandið. Þetta er þessar materialísku hluti frekar. Já. Akkurat svona eiginlega hlut. Já, og svo kannski ákveðin stærðartakmörk. Það bara, þú veist, ef þú komið með hlutina, þá, Já, þá bara að gera. Nei, einmitt. Og þetta er mjög skemmtileg, hugmynd. Hvernig kom þetta til ykkar? Þetta er hugmynd sem er búin að vera í gangi svolítið lengi. Þetta er á uppruna sinn í Hollandi og er núna eiginlega orðin svona, hann gerði alheimshreyfing, svona The Right to Repair Movement, það kallað. Og Reykjavík Tool Library, eða Munasafn Reykjavíkur, þau komu með þetta til Íslands og eru búin að vera með reddingakaffi í Reykjavík í núna einhver 2-3 ára, eitthvað svoleiðis. Og þau semst vildu koma með þetta út á land og settu sig í samband við okkur og ætlaði að koma þessu af stað með okkur. Og núna er þetta að verða veruleik og þetta er laugardagurinn eftir rétt rúma viku, 16. október. Akkurat. Og hvenær byrjar þetta að deginum? Þetta byrjar klukkan 12 og er til 2. Það er ekki þannig að fólk þurfa að mæta á slaginu 12, heldur bara getur það verið að koma inn í hús bara á þessum tíma. Já. Og kannski bara áætlar svona kannski sirka hvað tekur langan tíma að gera við hlutin sem það ætlar að koma með. Já, einmitt. Ef hægt er að gera við hlutin. Það er nú eitt sem er í þessu líka. Já. Að auðvitað eru engar ábyrgðir þarna og ekkert víst að sé hægt að gera við allt. Nei. En fólk hvattir þess að koma með hluti og bara sjá hvort það sé hægt að gera við. Já. Og við ætlum bara reynum okkar besta. Já, sjálfboðaliðin gera bara sitt besta. Já, auðvitað. Og ætla að hjálpa stað og... Já, en þetta er svona fyrst og fremst þannig að fólk svolítið læri líka sjálft að gera við hlutina. Þannig að það er ekki þannig að þú kemur með hlut, skilur hann eftir og svo bara ferð þú að glugga í bók eða eitthvað. Heldur erst þú að fylgjast með og þú ert að læra til þess að þú getur síðan meir tækla þetta sama vandamál. Akkurat, gera fólki kleift að gera við hlutinu sína og láta þá endast lengur, hluti og flíkur. Og svo má svo sem alveg nefna það líka, það sem að verður til þá, þegar fólk á þetta samtal og hjálpa stað við að gera við hlutina, þá verður svona styrki tengsl fólks bara á milli og þetta nágranna samfélag. Já. Þannig það er alls konar ávinningur. Það er ekki bara að hlutirnir komist í gagnið aftur vonandi. Já, en heldur bara líka einmitt svona félagsskapurinn og þetta. Treysta nær samfélagið. Já, ég held að séu engar neikvæðar hliðar á þessu. Þetta er gott fyrir umhverfið, þetta er gott fyrir samfélagið, þetta er gott fyrir budduna, þetta er bara ávinningur. Já, þannig að það er líka kannski ekki úr vegi að hvetja laghenda og svona til þess að koma og sem hafa hug á því að aðstoða. Endilega og jafnvel ef að laghendur myndu vilja setja sig í samband við okkur bara fyrir viðburðin, að þá getum við kannski auglýst að á staðinum verði einhver sem kann á ráftæki eða það kann að fatna leiðilegt ef einhver kemur með fullt af ráftækjum og það er enginn sem kann á það. Nei. Einmitt. En við reyndar, faðir minn ætlar að mæta, þannig að við erum búin að tryggja okkur þó það. Hann hefur einhverja þekkingu á ráftækjum. Já. En aðrir eru að sjálfsögðu velkomnir. Já, og bara sama hvar sérþekkingin liggur. Já, það er einhver sem liggur að sauma og það er einhver sem saumsprettur eða lausar tölur eða eitthvað sem þarf að gera við þá er það náttúrulega alveg kjörið. Því fleiri því betri og jafnvel þó að fólk hafi ekki kannski hluti til þess að lagfæra og ekki neina sérstæka þekkingu heldur, að þá bara að gera, koma og spjalla, fá sér kaffi og
Já, bara svona hafa náðugt saman. Já, það ekki? Já. Einmitt, og sjáu þið fyrir ykkur að þetta verði reglulegur viðburður eða er hægt að redda bara öllu í einu svona? Já, við viljum að sjálfsögðu gera þetta nokkuð reglulega. Ég hugsa að kannski einu sinni á hausti, einu sinni á vori, það ætti að duga fyrir svona þetta samfélag sem Akureyri er. Já, redda því sem redda þarf á Akureyri. Já. Akkurat. Það er mögulega svona óreglulega reglulegt. Sko. Já, það er líka bara fínt, sko, það er ekkert að stressa sig á þessu og treystum þá bara á að ef það er eitthvað mjög brýnt þess á milli sem þarf að redda þá bara gangi fólk í það sjálf. Já, því það verður náttúrulega búið að eiga þetta samtal og deila þekkingunni og fólk getur redda sér aðeins betur þarna á milli. Já, einmitt, þannig að fólk kannski lærir einmitt og það er kannski oft einmitt líka að fólki vantar kannski bara sjálfstrustið í að þora að láta vaða. Algjörlega. Einmitt. Sko. Algjörlega. Og þetta gengur að miklu leyti náttúrulega út á það, algjörlega sko, að efla fólk í því að gera við hlutina sjálft, svona hvað við segja, innan ákveðna öryggismarka. Já. Sem við munum að sjálfsögðu geta líka. Já. Og manni líður náttúrulega alltaf betur þegar það er einhver sem fylgist með því sem er að gera og segir þetta er flott hjá þér. Já. Akkurat. Eða svona rjúðu strauminn svo þú fáir nú ekki raflost. Taktu nú úr sambandi og þú ferð að krukir. Akkurat. Já, það er vissara. Akkurat. Nei, þetta er ótrúlega skemmtilegt og spennandi framtak og við, eins og við segjum, bara hvetjum bæði laghenda til þess að setja sig í samband fyrirfram og svo bara auðvitað alla til þess að mæta 16. október klukkan 12 á Amtsbókasafni. Tvímælalaust. Fá sér kaffi og redda málunum og hlutunum. Algjörlega. Magnað, kærar þakkir fyrir að koma inn í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Gangi ykkur vel. Takk.